Og næsta dagskrá skýrsla bæjarstjóra og ég gef bæjarstjóra Ásthildi Sturludóttur orðið. Forseti, bæjarfulltrúar. Hér flutt skýrsla bæjarstjóra fyrir dagana 21. nóvember til 4. desember 2018. Þann 21. nóvember heimsótti ég plastiðina Bjarg þar sem unnið alveg framúrskarandi gott starf við starfsþjálfun og starfsendurhæfingu og reynt að meta möguleika þeirra einstaklinga sem þarf vinna til vinnu á almennum vinnumarkaði. Þann 24. nóvember afhendi danski ræðismaðurinn á Akureyri bæjarbúum jólatré frá Rannes, vinabæ okkar í Danmörku. Ég tók á móti trénu við það tilefni en hinn 30 ára gamla íslensk-grænlenska Svala Sandgren sá að kveikja á ljósunum. Þann 27. nóvember átti ég fund með Salvöru Nordal, umboðsmanni barna og Karolínu Gunnarsdóttur, starfandi sviðsstjóra fjölskyldusviðs og fórum við yfir málefni barna og ungmenna á Akureyri. Þann 27. nóvember heimsótti ég Giljaskóla þar sem ég fékk leiðsögn skólan frá 3 skemmtilegum 10. bekkingum og það í fyrsta skipti í heimsóknum mínum í skólana sem nemendur hafa verið leiðsögumenn skólana og var þetta sérstaklega góð og skemmtileg tilbreyting. Í Giljaskóli sérstaklega metnaðarfull skólastofnun með eina af fullkomnustu sérdeildum landsins sem ég tel rétt að vekja athygli ykkar á. Þann 28. nóvember heimsótti ég Amtsbókasafnið og Héraðsskjalasafnið og það gaman að segja frá því að það algjörlega aðdánavert hvernig tekist hefur að skapa huggulegt andrúmsloft á bókasafninu, meðal annars með viðburðum sem ætlaðir eru öllum aldri og einnig eru þar áhugaverðar hugmyndir hvernig safnið getur þróast með þjónustu á næstu árum. Þann 30. nóvember buðu nemendur og starfsfólk Glerárskóla mér í heimsókn en skólinn fagnar nú 110 ára afmæli. Mitt verkefni var að setja svokallað Glerárvision þar sem frábærir nemendur í 7. til 10. bekk stigu á svið og sungu og dönsuðu. Kvöldið óðum við snjóun út í Golfskála og sátum kvöldverðarboð í boði Lions Club á Eyjafjarðarsvæðinu í tilefni heimsókn heimsforseta Lions, Guðrúnar Bjartar Ingvadóttur og hennar fylgdarliðs. Því miður varð ekki af heimsókn þeirra vegna veðurs. Það var víst ófært bæði land og loftleiðina. En klúbbarnir héldu sínu striki og buðu til samsætis þar sem fjöldi fólks var heiðraður fyrir mikilvæg störf í þágu Lions-hreyfingarinnar. Fyrr daginn afhentu klúbbarnir glæsilega bókagjöf til skólanna á Akureyri sem ástæða að þakka fyrir hér. Síðastliðinn laugardag, 1. desember, var mikið að vera á Akureyri í tilefni 100 ára afmæli fullveldis Íslands. Morguninn var í viðstödd úthlutun og menningar- og viðurkenningarsjóði KEA sem framfór hér í þessum sal og var fjöldinn allur af einstaklingum sem fengu styrk úr sjóðnum og það glæsilegt að sjá hversu vel KEA styður við samfélagið með þessum styrkjum. Eftir hádegi hringdu íbúar Íslandsklukkunni 100 sinnum og tók ég þátt í þeim hátíðahöldum með því að flytja ávarp og hringja fyrstu hringingunni. Eftir það opnaði ég sýninguna Bæjarbragur í upphafi fullveldis í húsakynnu Amtsbókasafnsins og Héraðsskjalasafnsins en söfnin 2 auk minjasafnsins eiga heiðurinn af sýningunni. En þar má sjá ljósmyndir og upplýsingar úr skjölum og bókum frá þessum tíma. Og á sunnudagskvöldið var ég ræðumaður aðvendukvölds í Glerárkirkju. Í morgun heimsóttu ég og forseti bæjarstjórnar Slippinn og ræddi við framkvæmdastjóra fyrirtækisins sameiginleg málefni. Og þetta nú kannski svona helstu verkefni sem hafa verið á síðustu 2 vikum. Þá hefur bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir lokið máli sínu.